Komið sæl og blessuð. Kæru sjálfstæðismenn, við ætlum að kynnast hér nýjum formanni Sjálfstæðisflokksins, Guðrúnu Hafsteinsdóttur í þessu litla spjalli okkar. Það urðu þau sögulegu tíðindi nú fyrir bara nokkrum vikum síðan að Guðrún Hafsteinsdóttir varð réttkjörin formaður Sjálfstæðisflokksins og leið, eins og svo sem allir vita núna, fyrsta konan til þess að gegna því embætti frá því að flokkurinn okkar var stofnaður. Hún situr hér við hlið mér og við ætlum svona aðeins að fara yfir hver hún og hver hennar sýn fyrir komandi ár í þessu, ef við ekki segja bara eins og það köllum bara spaða, svona valdamesta embætti innan allavega stjórnmálaflokks á Íslandi. Guðrún, velkomin. Takk fyrir það. Herru, við þurfum aðeins bökkum hérna nokkra vikur. Ertu búin að ná lendingu eftir að Birgir Ármannsson fór með úrslitin fyrir 2000 manns þarna í stappfullri Laugardalshöllinni og tilkynnti það að litla stúlkan með íspinnan, ekki eldspýturnar frá Hveragerði, væri orðin formaður Sjálfstæðisflokksins. Já, ég held ég að segja svona, en þetta sé að segjast inn. En ég skal alveg viðurkenna að þetta hafa alveg verið óraunverulegi dagar. Og það einhvern veginn líka bara að forveri minn, Bjarni Benediktsson, búinn að vera lengi, búinn að vera 16 ár formaður. Við erum hér bara með kynslóð ungs fólks sem þekkir ekkert annað en að Bjarni sé að stýra Sjálfstæðisflokknum. Og þetta eins og þú segir, þetta er stórt starf, ábyrgðarmikið starf og það svona alltaf síðast inn, svona hægt og rólega. Og jú, ég svona held ég að ná mjúkri lendingu eins og við segjum svona líka í kringum efnahagslífið okkar. Við viljum alltaf ná mjúkri lendingu. Og það komna 3 vikur og ég hef bara, ég hef svona nýtt tíman til þess að ræða við fólk og tekið því kannski svona rólega og svo fer nú fólk að sjá kannski svona hægt og rólega mínar áherslur og svona einhverja breytingar kannski. Förum betur í sýnina og kannski mögulega breytingar aðeins og eftir, en förum aðeins í þig fyrst, af því að þú ert náttúrulega tiltölulega nýja nálinni, maður kemur inn með látum 21 og bara straujar yfir prófkjörið, straujar yfir suðurkjördæmi, ráðherra í 552 daga, mann rétt frá skemmtilegu viðtalið við þig, þannig að þetta náttúrulega ótrúlega, þetta brött byrjun sem verður bara ennþá brattari. En svona, við förum bara tilbaka. Við vitum náttúrulega kjör í söguna og hrikalega skemmtileg og sorgleg, fjölskyldusaga, en mikil saga, en við förum ennþá aftar. Bara ung Guðrún Hafsteinsdóttir, bara stúlkan, barnið, bara hvernig varstu og hvað varstu að bralla? Ef þú myndir spyrja systkini mín, þá myndir þau segja að Guðrún var svolítið skrítið barn. Á hverju? Ég átti það kannski til stundum að vera smá sérsýna, en ég hef alltaf verið mjög mannblendin og elskað að vera með fólk í kringum mig og ég var gott barn, ég var rólegt barn, segir móðir mín og naut þess eins og ég segja að vera innan fólk. Ég var mjög ung, ég var alltaf einhvern veginn búin að koma mér svona í forsvar fyrir vinahópinn, fyrir bekkinn minn, eina þeim. Þú þekkir örugglega margar svona sögur þar sem maður var formaður í nemendafélaginu og allt þetta. Þannig að, en ég var svona tiltölulega róleg, en alltaf með mikið stóð af vinkonum og vinum í kringum mig. En líka bara fór ég á heimsótti nágrannana og þannig að ég átti líka góð vinasambönd við svona eldri hvergeringa sem bjuggu í nágranninu. Nú, ég hef sagt frá því líka opinberlega, ég er uppalinn í Hveragerði og býð þar enn. Og þegar þú býrð í svona litlu samfélagi þar sem er kannski ekkert mjög mikið afþreyingu, að þá þarftu að hafa svolítið fyrir því að hafa ofana fyrir þér. Og ég man eins og einhver tíman að þá var ég eitthvað að nöldra í pabba að það hafði nefnilega verið bíó í Hveragerði og það var ekki lengur bíó og mér langaði að hafa bíó og var eitthvað að tala það og þá bara leta hann svona mokka niður falla og horfði í augun á mér og sagði Guðrún, ef þið langar í bíó þá skalt þú bara græja það.
það þýðir ekkert að vera nöldri mér hérna. Ef að þetta eitthvað sem þú vilt, þá skaltu bara fara í það. Þannig að þá fór maður í svoleiðisverkefni og ég til dæmis gekk alltaf í sunnudagaskólan sem barn og ég segi stundum að aðal hvatinn að fara í sunnudagaskólan og sunnudagsmótnum var nú aðalega kannski það að þetta var það eina sem maður var keyrður í. Því að pabbi keyrði okkur systurnar upp í kirkju og það þótti svo mikill lúxus og svo flott eitthvað að maður bara já, ég er bara mætt en síðan var ég þetta eldri og þegar ég var unglingur að þá frétti ég það að í Reykjavík var svona unglingastarf í kirkjunni og þá bara fór ég í að stofna svoleiðis hóp og ég man að ég skrifaði hérna til biskupsstofu að ég var að stofna svona hóp í Hveragerði og mig vantaði biblíur. Svo við gætum átt biblíur við sem myndum vera þátttakendur í þessu verkefni. Og svo vissi ég ekkert fyrir að það bara kom að pósthúsi í Hveragerði risa kassi frá biskupsstofu þar sem það voru bara 20 biblíur og ég var bara svona já, ég var eitthvað að fara að gera. Þannig að ég hef alltaf verið aktív og ég, já, oft verið í svona forystu fyrir mörg verkefni, bæði eins og ég segi í kirkjustarfi, í íþróttahreyfingunni. Ég hef líka verið formaður Íslendingafélags í Þýskalandi og svona ýmislegt. Mér finnst bara gaman að vera innan fólk. En það, þú veist, maður sér þetta oft, sérstaklega gegnum tíðina á þinni kynslóð og eldri, svona landsbyggðarþingmenn sem alltaf margir hverjir alast upp í svona svipuðum aðstæðum, þar að segja svona minni samfélögum, þar sem rosalega mikið nánd og þessar viðfrægu ólæstu hurðar og jafnvel bara, þú veist, opin hurð. Að þetta alltaf hlýtur að skapa rosalega bara svona, hvað maður að segja, alltaf hlýtur að móta fólk bara í að eiga mjög auðvelt að tala við fólk. Að því að hún alltaf eins og lýsir, alltaf bara vantarlega í stanslausu spjalli allan daginn. Já, ég held að það sé nokkuð til í því. En líka þegar maður býr í svona litlu samfélagi, þá finnur þú náttúrulega rosalega fyrir því hver manneska skiptir miklu máli og að maður er manns gaman. Þannig að þú finnur svo vel hvernig þú getur mótað það samfélag sem eins og þú vilt hafa það. Og það hefur kannski fylgt mér síðan í gegnum lífið og ég er náttúrulega að því enn í því starfi sem ég er í núna sem kjörin fulltrúi á Alþingi. Að það er að taka þátt í því að móta bara það samfélag, núna ekki bara Hveragerði, ekki bara Suðurlandi eða ekki bara Suðurkjördæmi, heldur núna, þú veist, bara landið allt. Og það er ótrúlega spennandi að fá tækifæri og og ég er mjög auðmjúk í þeim aðstæðum að fá að vera trúa fyrir því að vinna fyrir þjóð mína. Það náttúrulega er bara svona einn mesta virðing sem þú getur fengið, sko. En hvar er pólitíkin og svona stjórnmálin í þessu? Bara þú, mjög svona aktív og félagslynd og vilt alltaf svona vera í forsvari fyrir. En svona varst þú sjálf bara komin í að horfa á fréttir og svona hafa skoðun? Alltaf. Og það var náttúrulega Moggi var keyptur á mínu heimili og er enn. Og það kom bara, þegar ég elst upp á 7 manna heimili og það var náttúrulega slegist þetta eina blað og það var bara lesið upp til agna og mér langaði til dæmis mjög mikið til að vera fréttamaður og ég man þegar ég var, ég veit ekki, ég hef verið svona kannski 10-12 ára gömul, þá æfði ég mig að lesa fréttur Morgunblaðinu fyrir fram að spegil við skrifborðið mitt, svona eins og ég væri þula eða fréttamaður í sjónvarpinu. Tengi. Er það ekki? Jú. Já, og þegar ég var í 9. bekk, sem er núna 10. bekkur, þá á þeim tíma að þá gat maður sótt að fara í starfskynningu. Og ég sótt að fara á 2 staði í starfskynningu til Reykjavíkur. Þetta var 1 vika sem að fekk frí frá námi og ég var á RÚV og ég var á Morgunblaðinu. Og ég var alveg ótrúlega stolt. Ég fekk að skrifa litla frétt í Morgunblaði sem var síðan bara prentuð og birtist í blaðinu daginn eftir og ég fekk líka að skrifa frétt sem var lesin upp í fréttunum á RÚV. Þannig er ég bara 15 ára og þannig ætlaði ég að vera fréttamaður. Og ég hef alltaf haft gaman af því að fylgjast með fréttum hvaðan af úr heiminum, ekki bara hér á landi. Og þetta móta mann auðvitað líka, en síðan var pabbi var mikill sjálfstæðismaður
og var mjög virkur í sveitarstjórnarpólitík í mínum heimabæ, var oddviti í mörg ár, forseti bæjarstjórnar í mörg ár og svo framvegis. Þannig að það fær maður líka svona með uppeldinu og pabbi var að taka þátt í prófkjörum og kosningum og ég og við systkini, við vorum mjög ung þegar við vorum aðstofan við að bera fréttabréf Sjálfstæðisflokksins og tróða því um alla lúgur hjá hvergeringum og svo framvegis og ég man mjög vel eftir að þá fannst mér ég vera eiginlega bara svona full time að taka þátt í kosningubaráttu þegar ég er 14 ára. Já. Það var til Alþingis og ótrúlega spennandi og þá var maður að hringja og maður fekk að sitja í kjördeild og þannig að ég hef alltaf verið viðlóðandi kosningar en alltaf, þú veist, verið í bakvarðasveit. Já. Síðan er systir mín búin að vera yfir 30 ári í pólitík og ég hef verið í hennar bakvarðasveit og ég átti miklu frekar von á því að hún myndi fara og taka sæti á Alþingi miklu frekar heldur en ég. Að ég var að spjalla við hana og þú væri hérna bara að fylgjast með þig? Já. Einhvern veginn hafði ég séð einhvern veginn að það væri miklu næra myndi gerast heldur en að ég færi út í pólitík. Ég hef alltaf verið mikið út í atvinnulífinu en reynt að styðja við hana eins og ég get. Þess vegna var það svona nýju upplifun fyrir mig þegar ég fer síðan í prófkjör að ég kunni kannski ekki alveg að vera frambjóðandi og stundum fell ég alveg í svona bara að fara að raða á stólum og hella upp á kaffi og í staðin fyrir að vera bara upp á sviði og vera frambjóðandi. En hvað svona, en af hverju heldur að þú hafir ekki tekið þetta skref kannski fyrir auðvitað náttúrulega þú tekur oft sagt frá því náttúrulega bara hvernig þú tekur við þessu stóra starfi og kjörís sem er náttúrulega ekki bara stórt fyrirtæki heldur náttúrulega bara reikar stórt mál fyrir bæjarfélagið þitt að sjálfsögðu, þannig að mikil ábyrgð þar svo auðvitað öll þessi formennsku störf sem þú hefur gengt. Varð bara lífið þannig að það var bara svo mikið að gera í atvinnulífinu að þú hætti kannski að pæla í því að stíga fram fyrir skjöldu eða svona? Nei, ég pældi aldrei í því. Bara aldrei? Aldrei. Nei. Ég ætlaði mér ekkert að vera þingmaður. Nei. En hvað gerir svo? Og meira segja einhvern veginn að mér bara þótti það ekkert rosalega spennandi. Okay. Svona mjög átakamiðað og afkastalítið fannst mér svona þegar ég er náttúrulega bara alin upp á færibandi og hugsa allt út frá færibandum og hvað kemur mikið út af því og auðvitað koma alveg margar vikur og stundum mánuðir þar sem kemur lítið út af færibandinu á Alþingi svo bara alveg kemur hellingur í desember og hellingur í júní og nei, ég ætlaði mér ekkert á þing. Síðan bara gerist eitthvað. Ég fer að vinna fyrir samtök atvinnulífsins og samtök iðnaðarins og þá ertu komin í ákveðna svona atvinnupólitík. Þú ert í ákveðnum hagsmunabaráttu fyrir iðnað í landinu og atvinnulífið og þegar ég hætti þar 2020 þá var það bara félagsmenn mínir þar og fólk í mínu kjördæmi sem fór svona íta á mig, það eru kosningar á næsta ári, okkur vantar öflugan leiðtoga í kjördæmið og svo framvegis, vantar konu og svo bara einhvern veginn þegar sá þrýstingur fór að aukast að þá fór ég að svona máta mig meira inn í þetta. En ég hef líka alveg stundum sagt að á þess svona, þegar að ég er að taka við sem formaður samtaka iðnaðarins að þá er að verða svona foringjaskipti í verkalýðshreyfingunni og það er að koma, svona herskári verkalýðsforysta sem að talaði einhvern veginn með ákveðnum hætti sem að var svo langt frá minni hugmyndafræði. Og það var líka svolítið hvati, ég fann að það var hvati að stíga einhvern veginn inn í það og bara, nú þarf bara einhver manneskja borgarlega fengjandi með reynslu úr atvinnulífinu að stíga fram og tala fyrir verðmætasköpun og hvernig við ætlum að byggja undir velferðarkerfið hér í landinu og hvernig hlutinni fúnkera. Og það var kannski líka að hluta til hvati að bara eins og þegar ég var lítil og var að tala það, mér langaði að hafa bíó, að ætlar að leyfa öðrum að skapa þína framtíð eða ætlar að taka þátt í því sjálfur. Og ég ákvað, ég vil taka þátt í því. Ég ætla ekki að leyfa öðrum að ákveða hvernig framtíð mín og barnanna minna og barna verður. Þú vildir allavega gera það sem þú gætir til þess að fá að hafa einhver áhrif á þetta. Og þá var náttúrulega stígur inn í pólitík og þá var komið að prófkjöri sem að eðlilega margir óttast. Ég meina
þetta bara dómur einhvern veginn. Það er Þetta er mjög persónulegt. Mjög persónulegt og það er hægt að já. taka þessu mjög persónulega. Já. Og minna, þú veist bara stærðin að tala sínu máli þó að þið séu þetta góðu vinir í dag og í fórustu að þú náttúrulega kemur bara á og segrar hann vil okkar, og það er bara þannig, en aftur, ég menna, þú veist, kannski ekkert það sem þú ætlaðir að gera en samt viltu auðvitað vinna og þú ert strax komin á einhvern allt öðru og í þennan átaka vettvang sem þú varst búin að reyna að forðast. Já. En ég vil samt benda á það, sko, að þegar ég tilkynni framboð, þá er Páll Magnússon oddviti í Suðurkjördæmi. Já, einmitt. Og hann síðan dregur sér til hlés og þannig að ég var ekkert að fara í sitjandi oddvita. Nei. Þannig að það kannski líka breytti. Við vorum 2 að keppa oddvitasæti sem að hvorugt okkar sat í. Nei. Það var í rauninni laust og ég í rauninni, sko, þegar ég tilkynni framboð, er Páll, hann er oddviti. Hann er, já. Og maður er oft spurður á því vegna þess að þetta er svona í okkar, svolítið genamengi okkar sjálfstæðismanna að við veljum okkur forystu með svona persónukjöri eða prókjörum, og ég er oft spurð, er þetta ekki erfitt og er þetta ekki að valda klofning í flokknum og svo framvegis. Jú, það hefur örugglega gert það einhvern tímann og á örugglega eftir að gera það aftur, en við erum samt nokkuð góð í þessu sjálfstæðismenn. Þetta er bara það sem við þekkjum. Við etjum kappi við hvert annað, við leggjum okkur og störf okkar í dóm okkar félaga og svo tökum við niðurstöðinni og höldum áfram. Og það gerum við Villi. Villi er bara frábær samstarfsmaður og Og frábær maður. Og við vinnum alveg rosalega vel saman og þannig að það hefur ekki verið neitt vandamál. Nei. Og ég finn líka eins og núna eftir þetta leiðtogakjör að ég ber mikla virðingu fyrir Áslaugu Örnu Sigurbjörnsdóttur og við tölum saman í þessari vegferð og lögðum okkur fram að vanda okkur einmitt og setja hagsmuni flokksins okkar fyrst og síðan okkur og ég finn það bara að ég á öflugan liðsmann og bandamann í Áslaugu Örnu bara eftir sem áður. Já, og líka kannski svona að þetta nú, þú veist, okkar, og við þurfum ekki að svara fyrir spurningar annarra, sko, nú getum við líka bara sagt svona það sem okkur finnst með að þegar að, ég kannski náttúrulega, þú veist, fréttirnar fyrst af þessari baráttu ykkar. Auðvitað var svo mikið að hverfast þessi sæti og fundina og svona, og fréttamelar höfðu gaman að því, eins og hafa nú oft gaman að því að fara yfir okkar störf í ræðuriti. En eftir að þetta var búið og þið fóruð að koma fram, að það var margt rosalega gott og bara svona heillavænlega umræða fyrir flokkinn sem þið komið með og þeir voru nú meira, voru hann einhverjum 2-3 pallborðum í sjónvarpi og voru nú meira og minna sammála flest, sko, nema kannski bara akkurat hverja þið eru, sem er mjög eðlilegt, þar sem þið eru sikkar manneskja, þannig að það var margt gott að segja þessa kosningabaráttu. Ég sammála því? Jú, mjög, og mér fannst bara við lyfta flokknum. Landsfundurinn var frábær. 2 konur. Og 2 konur að keppa þetta embætti, aldrei gerst áður í sögu flokksins. Og nei, við vildum báðar að þessi barátta væri með þeim hætti að við gætum gengið stoltar frá borði, alveg sama hvernig færi. Og ég held að við séum báðar með stoltar af því. Þannig að þetta, og það gera prófkjörin líka, þú veist, það kemur nýtt fólk sem að ákveður að stökka vagninu og heyrðu, ég ætla bara að prófa, ég ætla að setja mig inn í þetta púk, sko, og leyfa mínum félögum, einhverja einstaklingar sem hafa kannski aldrei, bara eins og ég geri, 21, ég hafði aldrei tekið þátt í prófkjöru áður og ég bara, ég setti markið hátt, ég setti markið á fyrsta sæti og ég sagði líka í þeirri baráttu við fólkið mitt í Suðurkjördæmi að ef þið kjósi mig, að þið treysti mér til forystu, þá mun ég færa ykkur ráðuneyti. Og ég lofaði því. Og þess vegna var ég með staðfest í því þegar að Bjarni myndaði ríkisstjórnina haustið 21 eftir kosningar að Suðurkjördæmi ætti rétt á sæti við borðið. Ekki að því að ég þurfti að verða ráðherra, heldur fannst mér kjördæmi mitt eiga það skilið. Sem var búið að fá náttúrulega aldrei alltaf, svona
alla jafna. Já, nema í síðustu tveimur áður stjórnarmynduna viðræðum og margir í kjördæminu voru bara pínu móðgæri yfir því. Já. Og vildu sjá breyting á því að þetta mikla vígi sem að Suðurkjördæmi að það myndi njóta sammælis þegar væri verið að mynda ríkisstjórn. Og ég fann það í þessu prófkjöri að til dæmis bara eins og með mér, það var alveg gríðarlegu fjöldi fólks þá sem gekk í flokkinn til þess að styðja mig. Kannski hafa einhverjir bara verið í flokknum í 1 eða 2 mánuði en ég veit að margir bara hafa ákveðið að vera þar áfram og það bara frábært. Þannig að prófkjörun oft stækka flokkana, það kemur nýtt fylgi með nýju fólki. Ja, þetta bara mæntilega... Og það gerist líka núna í leiðtogakjöri okkar áslegar. Algjörlega, ég meina það er margir sem alltaf bara hefja sem fyrstu spór, kannski bara að hjálpa vini eða vinkonu í prófkjöri, bara eins og þú varst alltaf að gera fyrir sýstu vina og nú ertu formaður flokksins, sko, þú veist, eða viljið bara þannig sögu. Förum hérna aðeins inn í framtíðina, hérna eins og sagðir hérna í byrjun, 3 vikur, bara svona nokkuð rólegt, bara hérna þetta byrjaði að punkast aðeins í óundirbúnum Alþingi og svona eins og formaður stærsta stjórnarandstöðu flokksins á að gera og gerir. En hvað svo? Nú hérna svona síðasti hluti þessa spjallokkar verður svona aðeins framtíðarsýnin. Hvað hérna þeir sjálfstæðismenn eru að horfa í, ég veit þú ert ekki að fara að gefa okkur alla díteilana, en svona hvað langaði að gera? Hvað langaði að breyta? Er það ásýndin? Er það skipulagið? Hvað viltu að gera? Já, það er hérna að því þú hóst þetta samtala á því að tala hvort að ég var í lent og svo framvegis og það er hlut af þessari lendingu að núna far ég að finna mig líka inn í stjórnarandstöðinni. Ég hef aldrei verið í stjórnarandstöð og hvernig ég stíg inn í það og við líka, flokkurinn, við höfum ekki verið í stjórnarandstöðu síðan 2013 og það eru bara 2 í þingflokknum sem hafa reynslu, Guðlaugur Þór Þórðarson og Jón Gunnarsson. Þannig að við erum öll svolítið að finna okkar fjöl og ég held að við verðum kannski mun þetta vorþing að við gefum okkur það svolítið og líka taktinn með öðrum stjórnarandstöðuflokkum. En að því þú spyr mig varðandi flokkin okkar, ég hef verið og var í aðdragandanum að leiðtogakjörun alveg skýr með það að sjálfstæðisflokkurinn fékk eina verstu niðurstöðu sögu flokksins í kosningunum 30. nóvember og það er fyrir mig óásættanlegt og fyrir held ég alla sjálfstæðismenn. Það þetta segir okkur það að ef við höfum tapað miklu fylgi að þá það náttúrulega vegna þess að fólk vill ekki kjósa okkur lengur. Og þá hefur líklega, ef að fólk vill ekki kjósa okkur, þá það vegna þess að það treystir okkur ekki til góðra verka. Og það verður núna fyrst og síðast verkefni mitt að það að byggja aftur upp traust til sjálfstæðisflokksins. Og hvernig heldur að við gerum það? Það gerum við meðal annars með því að ég vil stórefla málefnastarfið. Ég sagði líka á landsfundi að ég vil taka til skoðunar breytingar á stjórnskipulagi flokksins, meðal annars hvernig við veljum okkur forstu og það tel ég afar brýnt að við skoðum, en líka hvernig við vinnum og hvernig við tengjum betur félögin okkar hringinn í kringum landið við til dæmis hér Valhöll þar sem við sitjum núna og að við búum til svona betri samfellu í starfinu á milli kjöruna fulltrúa, hvort sem að það eru fulltrúar sveitarstjórnarstiginu eða hér í landsstjórninni á Alþingi og liður í því að ég að leggja núna stað í hringferð og þar sem að ég ætla að reyna að heimsækja, ég næ því nú ekki kannski þetta þessi hringferð verður nokkuð löng, hún mun vara núna í einhverja mánuði þar sem að ég vil heimsækja alla byggðakjarna og sérstaklega þar sem að við erum með félög og hitta trúnaðarmenn en líka bara hitta fólki í landinu, fá að kynna mig, fá að kynna fyrir það sem sjálfstæðisflokkurinn stendur fyrir. En ég vil líka að við stígum aðeins skref tilbaka og finnum aftur svona grunngildu okkar sjálfstæðismanna, finnum aftur grunnstefnun okkar vegna þess að hún stendur enn algjörlega fyrir sínu, þó hún sé að verða 100 ára. Og ég hef talað líka mikið um það að ég vil breikka flokkinn, ég vil ná til breiðari hóps og þar ég að vísa til þess að þegar að
Ég gekk til fylgis við Sjálfstæðisflokkin að þá var þetta flokkur sem að var kallað stétt með stétt og ég vil fara aftur þangað. Ég tel að grunngildi flokksins og stefna flokksins sé með þeim hætti að mun stærri hópur heldur en kaus okkur í nóvember eigi að finna sitt hjarta slá með okkur. Þú erum ekki að tala um að breyta stefnunni heldur fara betur eftir henni og kynna hana betur? Kynna hana betur, fara betur eftir henni, að við fylgjum grunngildum og stefnu Sjálfstæðisflokksins. Það er gott. Ég held að við höfum borið nokkuð mikið skaða af ríkisstjórnarsamstarfi síðustu 7 ára með Vinstri grænum og Framsókn og nú er það okkar að endurnýja erindi okkar. Og ég hlakka mjög mikið til. Eitthvað bara svona lokum bara sem að þeir langar að segja. Ég held svona fer að vera komið ágætt í okkur sem þú vilt bara svona tala til fólksins. Þú ert búin að segja Martin, svona kannski bara einhver smá loka orð. Nei, það er eins og ég segi að Sjálfstæðisflokkurinn hefur allt lýðveldistímabilið verið langsterkast og öflugasta stjórnmálaafl á Íslandi. Og á vakt Sjálfstæðisflokksins hefur okkur tekist að byggja Ísland úr vosbúð yfir í velsæld og það gerist ekki af sjálfu sér. Það gerist vegna þess að fólk hefur valið Sjálfstæðisflokkinn sem hefur haft öfluga einstaklinga til þess að vinna að framfara málum fyrir þjóðina. Og það ætlum við að gera áfram og ég trúi því einlæglega að Íslandi farnist best þegar Sjálfstæðisflokkurinn er að stýra landinu. Þannig að ég hlakka til þegar við komumst aftur í stjórnarráðið. Guðrún Hafsteinsdóttir, formaður Sjálfstæðisflokksins. Takk hérlega fyrir spjallið. Þakka þér.